Komið sæl og velkomin í eitt og annað. Sólin, hún farin að skína og gróðurinn, hann að koma undan vetri og það þýðir bara eitt. Það komið tími til þess að kíkja á garðinn og það það sem við ætlum að gera í þessum þætti. Maður heyrir oft mikilvægi þess að rækta garðinn sinn, bæði andlega og sjálfan garðinn og það þekkir hann Hreinn Halldórsson í Oddeyrargötu vel og við ætlum að byrja á að hitta hann. Þetta hér eiginlega stoltið mitt. Þetta teiknaði ég og hannaði og smíðaði aleinn án þess að fá nokkra hjálp. Og þetta svona sambland af gróðurhúsi og vinnuaðstöðu. Og ég svo heppinn að eiga hérna mjög góða nágranna sem vita að ég svona nett ofvirkur. Þannig að þetta svona, þetta kannski dálítið stórt en til að reyna að láta það ekki líta út fyrir að vera svona stórt þá grófi ég það niður. Þannig að það niðurgrafið að hluta. Og hér dunda ég mikið bæði af vetri og sumri og ég var eins og komið kaffikönnu hér og bara nautnið þess að geta hellt upp á kaffi án þess að fara inn í hús. Og ég spila alltaf sömu músíkina hérna. Ég veit að nágrannar mínir orðnir hálfþreyttir á því. En það Stefán Íslandi. Það ekkert annars spila hér. Og hér virkilega notalegt að vera og dunda. Og kannski má segja að ég hafi smíðast aðstöðu kringum þessar tréstyttur mínar. Til að hafa svona, vera í skjóli fyrir veðri og vindum þegar ég að smíða. En ég ekki lærður smiður, heldur þetta bara eitthvað sem ég finnst gaman. Og ég svona notalegt að gera. Þetta byrjar á því að mér finnst mjög gaman að smíða palla og ég á afgangsefni. Og einn veturinn þá byrjaði ég á þessum, hérna bara úti í snjónum. Mældi sjálfa mig og yfirferðið á hann, en hann var reyndar örlítið stærri en ég sjálfur. Og ég var að reyna að nýta efni sem ég þurfti sem minnst að saga. Og það kannski skýrir stærðin á hana. Og þetta var sá fyrsti sem ég gerði. Eins og ég sagði, þetta sá fyrsti. Hann náttúrulega bara ekkert nafn, en þegar þeim fór að fjölga, þá þurfti ég að gefa þeim nöfn til að svona geta aðgreint þá. Og þessi vegna nafni Garðar Blómkvist. Já, hér eitt sem ég smíðaði sérstaklega til að sitja á þessum stubb, því að þetta gamalt tré sem hefur verið sagað niður. Mér vantaði eitthvað ofan á það og þá smíðaði ég þennan og mér finnst gaman að nýta hluti sem kannski aðrir henda. Þetta hérna gamall kleinupottur sem hann heldur í fanginu og nota sem blómapott. Og þessi svona, held ég númer 2 hjá mér. Þannig að andlitin eru ennþá voðalega svona slétt og bein, vantar aðeins meiri þrívídd í þau. En það nú alltaf að koma hjá mér. Já, hér til dæmis Svanni Svanur. Hann ættaður frá Tjörnesi og það eina sem ég gerði að hirða 4 sprek sem ég síðan raða saman og þá kominn svanur. Og það var það eina sem ég gerði við þetta. Annars það náttúran sem bara gerir þetta sjálf. Og eins og allt hérna þá fær þetta nöfn, þetta Svanni Svanur. Og hann horfir hér á Guðna litla sem hangir hér í trénu. Og hann sá minnsti sem ég hef gert. Hann svona tekur á móti fólki og vísar þeim leiðina heim með luktina þarna í hendinni. Og eins og þeir allir 4 að þá eru þeir náttúrulega með vel skóaðir, með reimar og þess áttar. En ég nú samt ekki farin að eltast við smáatriði mjög mikið, en þetta svona, eins og sérðu andlitin á honum, þetta svona farið að örlítið að þróast hjá mér. Já, ég sem sagt flytt hingað norður fyrir 8 árum síðan frá Reykjavík. Þar hafði ég aldrei svona garð, þannig að
ég kunni ekkert inn á garð eða neitt. En það tók okkur reyndar 2 ár að detta niður á þetta hús. Og eftir ég flutti hingað þá bara kviknaði þessi áhugi á því að hamast í garðinum. Og þó ég kunni ekki neitt að þá læt ég það ekkert stoppa mig. Ég planta plöntum og flyt til og grafa og moka og eins og sést hér þá finnst mér mjög gaman að smíða palla. Það má kannski segja að þegar það var uppburið pallasmíðina þá komu svona karlanir svona í framhaldi af því og gróðurhúsið. Þannig að þetta í raun og veru endalaus uppspretta og þetta kannski svona eins og leikvöllur fyrir mig, þessi garður. Ég í raun og veru bara að leika mér hérna alla daga þegar ég á frí. Já, glöggir áhorfendur taka eftir því að við erum stödd í lystigarðinum á Akureyri. Hann oft komið betur undan vetri en núna, sem þýðir að það þarf að fara mikil vinna í að gera hann fallegan á ný. Við ætlum að kíkja næst á leiðsögn lystigarðinn á Akureyri þegar hann í blóma. Lystigarðurinn á Akureyri rómaður fyrir fegurð og mikinn fjölda tegundna plantna. Garðurinn einnig fjölsóttasti staður bæjarins. Hann rekinn af Akureyrarbæ sem grasagarður og skrúðgarður. Almenningsgarðurinn var opnaður árið 1912 en grasagarðurinn 1957. Lystigarðurinn hefur verið stækkaður 3 frá upphafi og nú 3,7 hektarar. Hlutverk lystigarðsins margþætt. Fyrst og fremst þó lögð áhersla á að finna með innflutningi og prófunum fallegar, harðgerar erlendar plöntur sem eftirsóknarvert væri að rækta hérlendis, auk þess að vera almenningsgarður sem nýtist fólki til fróðleiks og skemmtunar. Sigurður Árnason, kennari á Akureyri, einn af fjölmörgum góðvinum lystigarðsins. Sigurður, kemur oft hérna í lystigarðinn? Já, ég geri það. Ég kem hérna nokkuð reglulega, bæði á sumrin og raunar bara á öllum árstímum. Já, það ekki bara á sumrin sem þú ert hérna? Nei, ég kem auðvitað oftast á sumrin, því að garðurinn síbreytilegur á sumrin og aldrei eins og alltaf eitthvað nýtt í blóma, en haustin eru líka falleg þegar haustlitirnir eru og veturinn mjög fallegur hérna líka, sérstaklega þegar snjórinn nýfallinn og í ljósaskiptunum. Það svolítið svona eins og maður gangi inn í jólakort. Hérna flóra Íslands? Já, bæði flóra Íslands og garðaflóra Íslands, þannig að hér allt sem þú þarft að sjá og skoða. Þegar þú ert að sýna gestum bæinn Akureyri, ferðu þá með þá gjarnan hingað líka? Já, ég geri það. Það alveg bara skilyrði. En fyrir fólk sem kannski þekkir ekkert mjög til í garðrækt og þekkir kannski ekki blóm og trjátegundir, auðvelt að ganga garðinn? Já, ef að fólk þekkir ekki blóm og trjátegundir og hefur engan áhuga á nöfnum, þá maður ekkert að kvelja það með því, þylja það upp. Þá bara röltir maður hér og nýtur fegurðarinnar og blómana og hann breytist þegar þú gengur fyrir næsta horn og þá fylgist maður bara með þeirra þeir segja ú og vá og æ og þess háttar. Hefur garðurinn tekið mikla breytingum á undanfarnum árum, heldurðu? Já, hann síbreytilegur. Það alltaf eitthvað nýtt og svo vaxa plöntur og svo kemur eitthvað sem að vera til þess að einhverjar plöntur kala alveg niður og ekki fallegar í 2-3 ár og koma síðan upp aftur og alla vegana. Og svo náttúrulega fullt af einærum plöntum og það misjafnt á milli ára hvað af einærum plöntum hérna. Ertu ekki til í að sýna okkur eins og til dæmis 3 plöntur sem eru í uppáhaldi hjá þér? Já, það náttúrulega voða erfitt að gera upp á milli plantna en ég hlýt ekki að sýnt eitthvað misjafnt. Þekkjurðu allar tegundirnar með nafni hérna í lystigarðinum? Nei, því fer fjarri. En ég þekki margar og ég þekki til dæmis þessa tegund hér sem fyrir framan okkur núna. Já, þetta sem sagt fyrsta tréð sem þú ætlar að sýna okkur. Fyrsta plantan, já. Þetta kasmírreynir. Mamma mín sem nú fyrirmynd mín í einu og öllu og hún kenndi mér um þetta reyni strax í æsku. Þegar hún benti mér á að hann væri svo fallegur á vori með blómunum og svo haustin þegar berin kæmu og það væri allt fallegt við hann. Ég bara sammála henni hvað það varðar. Þessi reynir reyndar ekki þessi dæmikir íslenski reynir. Blómin eru svona bleik á honum á vorin og berin eru hvít þegar þau eru fullþroskuð. En nú eru þeir reyndar græna ennþá. En það eru til þó nokkuð margar tegundir af reyni? Já, fjölmargar tegundir og margar þeirra eru hér í garðinum.
og alveg þessi virði að skipuleika svona reynigöngu hérna í garðinum og það gæti jafnvel gerst fyrir hann varir. Ertu búinn að fylgjast með þessum reyni í mörg ár? Já, ég kíkja ofta á hann á haustin svona, sérstaklega á haustin þegar laufin eru komin í haustliti og berin eru svona æpandi hvít og svona óvanlega flott. Það er nú ekki alveg bara ein planta sem það þarf að sýna okkur núna, það er bara heilt vel bara. Já, ég hef alveg sérstakan áhuga á belgjurtum og þetta eru belgjurtirnar. Það reyndar ekki allar í blóma núna en það sést svo sem ágætlega af hverju þær heita belgjurtir. Að fræin þeirra í svona belgjum og það reyndar getur verið svona greiningaratriði fyrir sumar tegundir hvernig belgjurnir líta út. Og hérna eru fullþrosku fræin í þessum belgjum. Og meðan hérna annars staðar eru svona belgi sem eru mislangt komnir og líta öðruvís út. Það eru til, já þá eins og sést hérna, það eru til fjölmarga tegundir af belgjurtum. Þetta belgjurtaættin mun vera 3. stærsta plöntuætt í heimi. Hún er mjög sérstök að mörgu leyti. Hún er með gerla á rótunum sem vinna köfnunarefni beint úr andrúmsloftinu, eða nitur beint úr andrúmsloftinu og geta þá nýst sem áburðargjafi. Og reyndar sumar þeirra nota líka nitri til þess að mynda fræ sem er nýtt til manneldis. 3/3 af öllu prótíni sem mannskepna lætur ofan í sig kemur úr belgjurtum til dæmis. Lúpínan fræga, hún er af belgjurt eða? Hún er belgjurt og er mörgu leyti dæmigerð fyrir belgjurtir. Hún er með þessa belgi og blómin eru alveg dæmigerð belgjurtablóm og hún vinnur köfnunarefni og getur þess að vaxið á landi sem aðra plöntur eiga erfitt með að fóta sig í. Hún er nú komin ansi víða landið en eru einhverjar fleiri tegundir sem að hægt væri að sá og kannski gera svipa gagn? Já. Eða ógagn? Já, hvernig mér lítur það. Það eru til fjölmargar plöntur, sumar þeirra eru lægri og minna áberandi heldur en alaskalúpínan og geta þá nýst alveg á sama hátt, grætt upp land og gert það frjóra en víkja fyrr fyrir öðrum gróðri og eru þá í rauninni haldnar öllum þeim kostum sem að lúpínan hefur en er kannski laus við gallana. Ég veit að þú hefur skrifað bók belgjurtir. Jú, það er rétt. Ég hef gert það. og það er þetta kveikjana þeirri bók er svona áhugi á landgræðslu og það að ég hef prófað ýmsar belgjurtir. Ég bara pröfað að græða upp land með belgjurtum og ég bara undrast að það skulle ekki vera meira gert. Já, þetta er umfeðmingur. Sem er líka sem sagt belgjurt. Þetta er íslensk belgjurt og þar sem að land er friðað fyrir beit, þar getur hún dreift mjög mikið úr sér og bindur mikið nitur og losar fósfor, rétt eins og lúpínan. Og gerir land frjóra þar sem hún vex. Og hún er alveg bara í blóma núna? Hún er alveg í blóma núna, mjög áberandi til þess að keyrt er í Eyjafjörð. Og þar hefur hún dreift mikið úr sér ásamt rauðsmára sem er nú bakvið. En núna er hún mjög áberandi á þessum slóðum og enda hefur ofbeitinni aflétt svona í vegkantinum hið minnsta. En þetta nafn umfeðmingu, hún umvefur sig. Já, þetta er ákaflega fallegt nafn, umfaðmar hitt og þetta. Þetta er sem þetta klifurplanta og vefir sig upp allan annan gróður. Ekkert endilega heppileg í görðum af því að hún fer kannski eitthvað sem menn vilja ekkert endilega fá hana og faðmlagi getur verið svolítið fast á henni, blessaðri. En skemmtileg planta. Og hún er í uppáhaldi hjá þér? Eins og aðra belgjurtir, þá er hún í miklu uppáhaldi hjá mér. En er hún svona víða landið heldurðu? Já, hún er nokkuð víða og hefur fjölgað töluvert hinn síðari ár á svæðum sem hafa verið losað undan beitinni, sauðfjárbeitinni. Já, rollunum þykir nú góð þessi. Það eru vinna nitur og eru þá prótínríkar og næringaríkar og þar með eru þær étnar. Það er bara þannig.
Að rækta garðinn sinn mikil vinna, en það skemmtilega að hún ákaflega gefandi. Þetta eitthvað sem fjölskyldan getur gert öll saman úti í góða veðrinu og unnið að því að gera garðinn sinn fallega. Hérna næst komið að örstuttu auglýsingahléi. Eftir það ætlum við aðeins að líta meira á garðinn og moltugerð. Ætli það sé að vera moldríkur? Já, ætli það sé bara yfir það þegar maður á mikið af peningum eða ætli það sé líka þegar maður á mikið af mold? Hérna næst ætlum við að kíkja á moltugerð. Já, það væri þó eins konar peningaframleiðsla í garðinum heima. Hægt að nýta allt lífrænt efni sem tilfellur í garðinum og eldhúsinu ef aðstaða til jarðgerðar. Með því að nýta eigin moltu til ræktunar má auðveldlega spara sér innkaup á tilbúnum áburði því hún inniheldur yfirleitt öll nauðsynleg næringarefni og kemur í stað tilbúins áburðar. Við á N4 heimsóttum Jóhann Thorarensen garðyrkjufræðing á Akureyri. Hann moltar í sínum garði. Jóhann, moltugerð að aukast heldurðu? Ég hef trú á því, menn sjá gagnsemina og það alltaf verið dýrar og dýrar að losa sig við úrganginn frá heimilinu. Þannig að það alveg gott að gera moltuna að sorpi sem sé að einhverju gagni og ræktuburði. Hversu stóran garð þarf maður að hafa til þess að standa í moltugerð? Sko þetta svona svolítið afstætt, það fer líka eftir í hvað fer fram í garðinum. Ef menn bara með grasflöt þá þarf að sigta þetta svolítið og þá hægt að raka þess onni, en undir runna, matjurtagarð og þess áttar. Ég hugsa bara svona 500 fermetra lóð bara mjög praktísk. Grunnstefið í moltugerð, hvernig byrja maður? Það oft gott að byrja að vori að söfnunina og fara að safna matarúrgangi og blanda í, hafa til haga lauf og annað þegar maður hreinsar garðinn að vori, hreinsar lauf og gamla sínu og þess áttar, og þetta þarf að blandast út í svona nokkurn veginn réttum hlutföllum. Það sem sé eldhússorpið, allur matarafgangur sem fer þar og á móti þessu brúnaefni sem sé laufi og þess háttar. Það svona 1 á móti 4-5 eitthvað svoleiðis. Hvað með lykt ef að fólk setur matarleifar? Já, sko maður þarf að koma kassanum þannig fyrir að hann sé kannski ekki alveg við svona helstu íverustæði hússins, en það mjög lítil lykt af þessu og það svona kannski ef maður örlítið að hræri að þá svona púffast upp eitthvað pínlítið, en það ekki neitt, þetta bara ilmur gerjunarinnar sem á sér stað. Við erum hérna í garðinu hjá þér og þessi moltukassi sem að þú ert með hérna, já hann þá hvað tvískiptur eða þrískiptur? Hann svona þrískiptur og þetta var nú eiginlega sko full stór kassi. Ég hélt í upphafi þegar ég byrjaði, það var mörg ár síðan, að ég þyrfti svona stóran kassa, en ég þarf í raun og veru ekki nema helming. Og hérna efni sem að ég safnaði í vetur, sem sé þetta afrakstur úr eldhúsinu frá því í, hvað maður segir, svona október eitthvað svoleiðis, þá fór síðasta efnið úr honum. Og svo setti ég gras í þetta í vor af fyrsta slætti, svona cirka hálfan til heilan ruslapoka af fersku grasi, og þá fór hitinn af stað. Og þetta nú það sem komið, og þetta verður bara tilbúið til að fara út í garðinn næsta haust þegar uppskeru tíma lokið. En það svolítið kunst að halda hitanum í Já, það nú ekkert mikil kunst þannig lagað, en auðvitað finnst manni það kannski engin kunst ef maður vanur, en þetta svona eins og önnur verk sem að maður finnur út hvernig best að vinna að því, og með því einmitt að taka fyrsta sláttinn og setja út í, þá myndast þessi hiti. Og þá meðan að hitinn sem varir kannski 4 til 6 daga, þá þarf að reka gaffalinn kannski í þetta og lyfta svona aðeins, en það þarf alls ekki að moka neitt. Og eins og sjáið hérna, þetta bara úrvalsefni hérna.
Það nú erfitt að sjá út fyrir þessu hvað þetta er. Þetta nú kannski verið hýði af lauk, þetta mér í hug, og svo þetta bara svona orðið kannski eins og annar húsdýraáburður. En hann svolítið sterkur þá, þessi áburður sem er þarna kominn? Já, hann mun sterkari en húsdýraáburður. En hann hefur þá kosti fram yfir húsdýraáburð að það er engin frægi í honum eins og gerist í húsdýraáburðinum. Þannig að þú ert með hreint lífrænt efni sem að þú getur nýtt þér. Þarna í kassanum ertu með, þetta er hálmur og... Þetta er svona bæði hálmur og sína, og svo er ég hérna með bara laufblöð, þurr laufblöð, og þessu blanda ég út í hlutföllunum 1:4, 5, eitthvað svoleiðis. Sem sé 5 hlutar eldhúsúrgangur, 1 hluti af þessu brúna efni sem kallað er. Algengustu mistök sem að fólk gerir? Já, það kannski gleymir að hita upp í haugnum að vori. Að setja grasið út í og blanda því örlítið saman við, og þannig að það myndast ekki nægur hiti í kassanum. Og þá verður efnið svona lélegra og verður svona leðjulegra. Eru margir sem að fara af stað og gera einhver mistök og gefast þá bara upp? Já, það er sjálfsagt til í því. En svona hugsjónamenn, þeir gefast ekkert upp þó móti blási stökksinn. Niðurbrottsferlið sjálft, það tekur einhvern tíma? Það er, hann er af og til að fara í gang á veturna, fer eftir tíðafari. Í miklu frosti þá frýs hann, en þegar kemur hláka þá þiðnar og þá sér maður að það lækkar, þannig að myndast örlítill hiti. En aðal hitaferlið á sér stað í svona 4 til 6 daga þegar maður er búinn að vori, þegar maður er búinn að hita hann upp. Það eru sumir sem að, ég vil halda því fram að þetta sé allt of mikið vinna. Nei, ég held það ekki. Maður lítur nú kannski ekki beinlínis á þetta sem vinnu. Þetta er nú svona meira leikfimi en vinna. Að þetta er sem sé, þetta verður svona lífstíll hjá manni. Að endurgera það sem maður getur og láta sem minnst frá heimilinu fara. Þannig að svona nálgast það góða hugtak sjálfbærni. Svo má kannski líka snúa þessu í raun og veru við að þegar þú slærð blettin hjá þér, þá þarftu ekki að losa þig við grasið með ærnum tilkostnaði og Nei, maður er alveg laus við það. Maður bara reynir að búa sér til heilnæman og góðan áburð úr þessu og láta grænmetið vaksa upp úr því. Þannig að það má kannski segja að ef þú ert latur þá á maður að vera í moltugerðinni. Í raun og veru er það rétta leiðin. Þetta er svona fyrir letingja og sem vilja komast létt út úr þessu. En þú ætlar að sýna okkur líka á öðrum stað í garðinum útkomuna, hvaða getur þýtt að vera með moltu? Já, ég get sýnt ykkur smá gulrótarbeð. Hérna nota ég moltuna í þetta og þetta verður bara algjörlega hreint hérna. Það kemur engin arfi því ég hef ekkert reitt úr þessu, en það er örlítið illgresi sem hefur verið í moldinni sem heitir lambaklukka, en hún er mjög auðveld viðfangs og maður leyfir henni að vaksa örlítið meira upp og reytir henni svona. Þetta ég hugsa maður taki svona kortir að vinna það úr leðinu. En að öðru leyti þá ertu nánast laus sem sagt við arfa og annað því? Algjörlega. Með því að nota þetta efni vegna þess að í gegnum meltingarveginn hjá húsdýrunum þar sem þau borða þá koma arfafræ og illgresisfræ ósködduð og þetta er náttúrulega bara ein af dreifingarleiðum illgresisins. Og það er bara rífandi spretta hérna? Þetta lítur bara nokkuð vel út og plantan er komin hérna með varanleg blöð og kýmblöðin hérna undir, þannig að hún er komin á það stig. Þannig að ég hugsa að það verði nú ekki neinn uppskrifbrestur. Og þetta er sem sagt bara molta sem að þú hefur búið til? Já, sem er sama við í moldinni. Þetta er náttúrulega svona áburður, þannig að það er ekki hægt að rækta beint í henni, en hún er mjög góð með og í moltuna sækir ánamaðkur sem hjálpar til við niðurbrotið. Þannig ég geymi þetta ekkert efni neitt í fleiri ár áður en ég nota það. Ég dembi þessu bara í garðinn að hausti.
En sem sagt, þú ert í raun og veru að segja það að ef maður vill fá gæða uppskeru, góða uppskeru, þá þetta leiðin, það er að vera í moltugerðinni. Já, og með lítilli vinnu, þetta líka sko aðferð letingjans, má eiginlega segja. Og við segjum bara hérna á N4, bara takk fyrir að taka á móttökur og við erum vissum að uppskera hjá þér verði góð. Já, takk fyrir komuna bara. Já, grasið að vera grænt, fuglarnir farnir að syngja og sólin komin á himinin. Sumarið á næsta leiti og bjartari tíma framundan. Þess vegna ætlum við að halda áfram að fjalla garða í næsta þætti af Eitt og annað. Þangað til hafið það gott, sjáumst.